Ágætan daginn, góðu vinir. Við erum ennþá að rifja upp æskuslóðir, eða ég. Og svona hvernig þetta var hjá manni. Og núna erum við komin fram til ársins 1970. Og það er komið sumar. Og vertíðin að baki. Fyrsta skipsflásið mitt í veraldarsögunni er á Mímir IS sem að Magnús Magnússon í Hafnarfirði gerði út eða átti, en skipið lagði upp hjá íshúsi Hafnarfjarðar og á skrifstofu íshússins fórum við til þess að sækja okkur eitthvað öðru. Við vorum að veiða mikið við Grindavík og netum, og ég held nú að þetta pláss hjá okkur hafa nú þótt svona tiltölulega rólegt. En ég veit ekki hver sannleikurinn er þar, manni fannst þetta alveg nóg vinnan sem var borð og þá var vanlega að byrja að draga 5 á morgnana. En við gátum hrósað okkur af því að við vorum yfirleitt komnir í land og borðum kvöldmatinn í Höfn. Þannig að því leytinu til var þetta svona, miðað við marga aðra báta, þá var þetta kannski svona með rólegra plássum. En svona 16 ára gutti eins og ég, fannst þetta nú alveg ágætt sko. Það sem var eiginlega verst fyrir mig var þessi sjóveiki sem að ég var haldinn alla þessa vertíð og hún ætlaði bara ekkert að fara af mér. Og fór ekkert af mér og þannig var að eiginlega, þetta var 100 tonna bátur, austurþýskur, mikill og góður bátur. Að svona fljótlega og eftir hætti ég alveg að vera á þessum litlu bátum því að maður var alltaf svo þjáður af sjóveiki borðið þegar ég gafst upp á það. Og fór yfir á stærri bátana og fann að þar var þetta í lagi. Þeir ultu öðruvísi og fóru svona betur með mann. 15. maí þá tökum við upp öll netin og þá vorum við búin að vera í gríðarlegri mókveiði undir Krýsuvíkurbjargi í 3 vikur meginpart aprílmánaðar. Og það var mikið sem var mokað upp af þorski þá, smá þorski, svona litlum þorski. Og daglegur afli okkar var svona í kringu 25 tonn í apríl og í vertíðarlok voru tonnin orðin 650-60 eitthvað svoleiðis. Þannig að við vorum alveg í meðalagi, en ég man eftir því að efstu bátar sem þá var Grindvíkingur, þeir voru með 1200-1300 tonn eða 1400 tonn, eða ég man bara ekki hvað það var mikið, það var talsvert meira heldur en við, en þar líka var dregið. Þeir voru með sannlega nokkrum trossum meira en við vorum með þetta 7-8 trossur. Þessir bátar voru með alveg upp undir 20 trossur, held ég. Og miklu fleiri trossur heldur en við nokkuð tíman. En sem sagt að við komum með þennan aflaðalandi og ekki bara við heldur allur flotinn, þetta voru tugir bátar á litlu svæði þarna út af Krýsuvíkurberginni og í hrotinu sem kom í apríl þetta ár, þá voru þeir allir að mókveiða og þá voru allir að koma með svipaðan aflaðalandi þannig að þið getið ímyndað ykkur fiskburðinn sem kemur á þessum tíma. Hann var ekki lítill. Og líklega hefur það gilt þá eins og oft var að það náttúrulega hafðist hvergi undan að gera að þessu og afgreiða þetta í vinnslu, þannig að þetta bara safnaðist fyrir. Jafnilega menn hafi ekið þessu út á tún og ekki það að menn hafi viljað skemma þetta, en auðvitað skemmdist þetta þar því að það hafðist engan veginn undan og hugsunin uppi þá var bara að sækja nógu mikið á meðan að fiskurinn væri. Það vissu allir að
að þarna kom fiskurinn til að hrygna og gera eitthvað og svo fór hann aftur yfir á eitthvað annað svæði og markmiðið var að ná sem allra mestu upp. Og fyrsta vertíðin mín, hún var merkt þessu að við lentum í þessum mókveiði í aprílmanni en við byrjuðum í febrúar. Þetta var svona bara reytingsafli, ekkert sérstaklega mikið sem við vorum að fá fyrir en þarna og þetta í raun og veru bjargaði allir í vertíðinni svona tonnum talið en ég held nú að hluturinn okkar hafi nú ekki verið neinn risa hlutur því að á þessum árum þá er fiskverð lágt og ekkert verið að borga neitt mikið fyrir fiskinn til sjómanna. En maður kvartaði ekki neitt, maður fekk fyrir kók og prinspólu og allt saman það og eitthvað aðeins meira en það. En við vorum náttúrulega með betri laun heldur en fólkið í frystihúsinu til að mynda. Það held ég sé alveg á hreinu. En svona miðað við vinnuframlag, eins og við byrjuðum að draga 5 á morgnana og við vorum yfirleitt komnir í land svona 7, 6, 7. En sumir bátar voru að skreiðast inn á milli 11 og 12 og þeir fóru út á svipuðum tíma og við. Og það var ekkert mikið stím þarna til Krýsuvíkurbergisins, hálftími kannski, 3 korter, varla klukkutími. Þannig að það var stutt að fara, þannig að við þurftum ekki að vakna neitt fyrir allar aldir. En það kom fyrir, ef það var löng sigling, þá náttúrulega var bara sleppt fyrir því að það var að byrja að draga á settum tíma. Og svona var mín fyrsta vertíð borð í bát og ég þá 16 ára gamall og á 17. ári. Og eins og ég segi, það var ekkert ungt á þessum árum, alls ekki. En maður fékk sinn skóla og sá allavega hvernig þessi sjómannska og þó ég hafi verið svona illa haldinn á sjóveiki þá fór báturinn á humar. Og ég man eftir því að ég spurði kallinn hvort ég fengi ekki pláss hjá honum á humrinum, en það var ekki hægt því að það voru svo fáir þá þannig að það var ekki hægt að verða við því. En ef það hefði verið hægt þá hefði hann örugglega tekið mig, það er ekki málið. Og þá hafði verið í 10 ár togari í Hafnarfirði sem að Maí heitir, GK, og sennilega með þekktari togurum landsins og var örugglega með þekktari togurum landsins á þeim tíma. Reyndar voru öll þessi þýsku skip, 1000 tonna skip, mjög þekkt í landinu. Það var sem sagt Maí, það var Sigurður, það var Víkingur og þetta voru allt saman skip sem báru af í afla miðað við gömlu síðutogarana og 1960 kemur togari Freyr en hann seldur úr landi 62 eða 63 til Bretlands og var gerður þaðan út í einhver ár og þetta skip það veitti á Íslandsmiðum sem brestskip. Svo þegar fyrir að hallundar fæti hjá Bretum eftir landhelgina þá held ég að þetta skip sé selt og það verður þá Radio Caroline sem hafði verið í loftinu í mörg ár áður en að togarinn Freyr fer í þetta hlutverk. Ég held að þeir hafi mist skipið sitt sem þeir voru með þarna út á hafinu. Það sökk, eða kannski, já, ég held að það hafi sokkið, eitthvað farið að leka og þeim vantaði skip í hvellið til þess að geta haldið áfram að gera út þetta radio sitt. Og þá einhvern veginn stóð þannig á að Freyr gamli, man ekki hvað hann hét á enskum, til sölu. Og hann verður þetta Radio Caroline og ef þú vilt þá getur þú farið á netið og hlustað á Radio Caroline enn þann dag í dag en hvort þeir eru út á sjó með stöðina þekki ég ekki. Já, það getur vel verið að svo sé en ég held samt ekki. En þessi Freyr, hann ennþá til, eina skipið
af þessum 4 þýsku togurum sem komu til landsins 1960 sem enn til og hann alveg í síni upprunalegu mynd ennþá. Einhvern tímann heyrði ég að hann hefði verið gerður að safni út af stöðvarönnina því að þetta náttúrulega orðið gamalt skip en ég veit að Radio Caroline ennþá í rekstri. Það ekkert langt síðan ég hlustaði á hana á netinu og þeir eru að spila fínustu lög. Mér fannst bara gaman að hlusta og þetta voru svona lög allavega sem mér líkaði, söngvara. En það sem sagt 1970 og ég þá staddur hjá bróður mínum sem þá bjó í Gunnarsundi og hann var eitthvað að stúsast í málingu inn í stofu og eitthvað og ég spyr hann hvort ég megi ekki hringja. Alveg sjálfsagt að hringja og ég hringi í skipstjóranum og ég spyr hvort ég geti fengið pláss hjá honum. Hver þú? Sagði hann. Ég sagðist vera Konráð Friðfinnsson. Þú svona Finna? Já, ég þekki hann og mömmu þína líka, Lilju. Og svo fyrir við eitthvað að spjalla saman. Hann segi, komdu bara, við fyrir klukkan 2 á morgun og ég var ráðinn í fyrsta túri minn upp á hálfan hlut og það var ekkert óalgengt. Það voru sem sagt 2 svona stráklingar, óvanir menn og stráklingar ráðnir sem fengu 1 hlut saman. Ég man ekki hver var á móti mér, en hvað það, ég fer borð og fannst mikið til koma borð í þetta mikla skip, Maí, þetta var eitt þekktasta skipið í Hafnarfirði, engin spurning það og þegar Maí fór þá var svona ákveðið sjó í gangi, það mættu alveg hellingur af fólki bara til að sjá Maí fara. Ég held að þetta hafi ekki verið neitt, ekki mikið þetta nema þegar Maí var að fara. Því það var alls konar í gangi með þá og menn voru að koma fullir borð og vesinn í kringum þetta allt, menn voru að henda sér í sjóinn og í einhvernum fíflagangi og allt saman það og menn fóru til að sjá þetta. Og þegar ég þarna borð þá var þetta svona, hefur dregið verulega úr þessu, en það allavega ennþá í gangi og ég man eftir því að ég kom sem borð, fer fram í og fæ leiðsögn inn í klefann sem ég átti að vera í og svo skipti ég föt og kem svo upp á dekk. Og þá skipið að leysa, sleppa endum og það alveg hellingur af fólki á bryggjunni. En ekkert kannski miðað við það þegar mest var og þeir voru sumir drukknir þarna og ég man eftir að einn hann stökk til og greip spúlslönguna sem var þarna á dekkinu og svo bara spreyjar hann úr henni yfir liðið. Það gaf hróp og köll, þegar menn voru ekki trifnir að því að fá yfir sig sjó og svo sem sagt fór bara skipið. Ég veit ekkert hvort að þetta hafði einhverjar afleiðingar eða ekki, sjálfsagt hefur viðkomandi fengið tiltal hjá skipstjóra og kannski útgerðinni líka. En þetta var svona þá, en þetta allt saman var í andarslitrunum þegar þessi atburður var. En árinu undan þá var þetta bara algengt að bryggjan bara upp undir fylltist af fólki þegar Maí var að fara. Þannig við sjáum líka að Maí átti svona ákveðna stöðu í hjarta þessara manna, Hafnfirðinga og skipstjóri og áhöfnin líka einhver skipstjóri því að hann var talinn afla meira en aðri menn og þannig var þetta tíma að það fiskaði eiginlega engin meira en Maí þegar þessi skipstjóri var borð. Og ég sem sagt ráðinn af þessum ágæta manni og þegar við erum farnir sigldir út höfnina og þá kem ég upp í brú og náttúrulega kíkja á skipið og skipstjórinn sér mig og segir, hvað heitir þú? Já, þú ert sonur Finna. Já, svo sagði hann, þú ert svona stóri, já. Ég kannist ekki neita því, ég bara eins hár eins og ég Og svo fyrir við eitthvað að spjalla meira og þá vissi ég ekkert hvað togari var nema ég ekki neitt og ég segi, hvað gera menn borð í togara, sagði ég það. Hann sagði að þetta nú mest aðgerð. Það var nú svo komið í ljós að ýmislegt annað var gert líka og
og það var oft hellingsnetavinna um borði í þessum skipum og í maí þetta var svolítið misjafnt á milli skipstjóra hvernig það var en þessi var svolítið þekktur fyrir að rífa hressilega og svona þjöstnast svolítið á þessu. En þetta var mjög góður kall, það verð ég að segja og það heyrðist hljóður hornið þegar var verið að taka trollið og hæst í þessum ágæta manni. En það var engin nema við þessir óvunnu guttar sem tókum það til okkar. Við vorum alveg logandi hræddir með það þegar allt þessi öskur hérna byrjuði því að við vorum ekkert vanir þessum látum. Við erum bara að koma á rólegheitar umhverfi og svo byrjaði allir þessi öskur í mann eftir því tíma að þá bara stóð ég í vari undir bara brúnni og beið þetta af mér en svo náttúrulega afvandist maður öllu þessu og bara vandist þessum látum. Þetta var bara partur af því að vera á togara. Það voru þessi læti þegar var verið að taka trollið. Ég man eftir því tíma þá bara stóð maður eins og staur þarna við gluggun ef við spilið, fyrir aftan spilið og beið bara af sér óveðrið. En þetta var ekkert verið að beindist ekkert gegn mér en bara, eins og ég segi, maður var bara ekkert vanur þessu. Maður var í raun og veru ekkert að vita hvað var í gangi. En hvað það að þá þetta stærra skip, talsvert stærra skip heldur en Mímir litli var. Ég man alltaf eftir því, og þetta hafa nú fleiri en ég sagt þetta, að þegar ég gekk frá úr borðsalnum, ég man eftir því að ég var kastað einu sinni upp borðið þessu skipi og síðan ekki söguna meir. Ég man eftir því að ég var að koma úr brúnni frá kallinum í fyrsta skipti sem ég fór upp og það var skipstjóraklústið blasti við og ég kastaði upp ofan í það og það stíflaðist, ég man eftir því. Þannig að ég gekk bara plístrandi í burtu og flýtti mig bara sem hraðast frá og geng niður tröppurnar og aftur ganginn og fram hjá borðsalnum sem var þarna á þessari leið og út. Ég hefði nú getað farið út líka þarna af kausnum en ég gerði það ekki. Og ég labba fram eftir skipinu og mér fannst þetta bara maður, engin smá vegalengd maður. Ég held maður ætlaði aldrei að komast þetta. En svo komst ég þetta og þá aðtóða það að ég að koma af miklu minna skipi og yfir á þetta stóra og langa skip og þetta var svolítið svona minnistætt. Og svo fréttum við það að ég fara til Grænlands, það var fyrsta skipti sem ég var á togara, þá veitum við Grænland og það var einhver á annan sólarhring verið að stíma þangað og ég man eftir því að það var kastað við ísröndina. Var oft að skarka hérna við ísröndina, sögðu strákarnir og við vorum einmitt við þessa ísrönd, fórum ekkert inn í ísinn en vorum við ísröndina og þar var hellingsþorskur. Þetta gekk ágætlega hjá okkur. Þetta túr var eitthvað hálfur mánuður og það gekk, við vorum sem sagt komum í land með yfir 300 tonn, milli 300 og 400 tonn og maður náttúrulega kunni ekkert að gera að eða neitt svoleiðis og svo fekk maður nú einhvern tímann að gera að og ég var á móti skar á vanan mann og ég man eftir því að hann fannst þetta gangi illa hjá mér og ég verið seinna þessu og hann sagði bættu nú við snúning og ég man eftir því ég tók þetta svo inn á mig og ég hét sjálfur mér því að þetta myndi enginn segja við mig aftur og þá náði ég mjög góðu lagi á aðgerðinni og þetta var aldrei sagt við mig aftur. En ég man eftir því þegar ég heyrði þetta hjá honum, þá tók ég ákvörðu, þetta skal aldrei vera sagt við mig aftur. Og ég stóð alveg við það. Þannig að þó ég segi sjálfur frá, þá var ég nú alveg ágætis aðgerðamaður og var mjög fljótur að gera að. En grunnurinn að því öllu saman þessi ákvörður og þetta tal ágæts vina míns sem var þarna á móti mig og ég skildi hann mjög vel. Ég var ekki, kunni þetta ekki neitt og var seinn og lengi að þessu og hvernig ég tók þessu
Þetta verður aldrei sagt við mig aftur, sagði ég við sjálfa mig. Og upp frá því þá fór ég að reyna að finna lag og hvernig maður ætti að gera þetta og eins og ég var að segja, þá náði ég alveg ágætis tökum á þessum atriði og alla tíð eftir það. Þannig að þetta hafði alveg hellings áhrif á mig, þessi brýning frá þessum ágæta mann, og hann var að, náttúrulega, ég var svo lengi að þessu, hann hafði ekkert að gera og ég hef sjálfur lent í þessu að vera að slíta frá mönnum sem eru lengi að gera það og maður hefur ekkert að gera. Og þá sagði maður við sjálfum, getur ekki aðeins hert á þeim. Ég man ekki, örugglega hefur maður ekkert sagt þetta, en oftast nær hugsaði maður þetta. En þetta hafði mjög góð áhrif á mig og ég gerði bara í sjálfa mig maður og svo bara voru læti. Ég man eftir því þegar við höfum kastað og það var komið til mín og þá trollvættina. Jó, trollvættina, hvað er það? Já, þú stendur bara grindinni og ef það festist þá slakar upp brennstólnum. Já, það er bara svona. Og svo þegar þú heyrir hífa upp, þá hleypur alveg svo þú getur aftur í gang og segir hífa upp fram inn í borðsalinn. Og og ég gerði þetta og ég var að spá í þetta, svona sá horfa á vírana. Þeir slóðust til við luninguna og var á tóginu og ég fór að pæli á, já, það er svona að vera á tógara. Svo kemur kallinn, hífa upp, og ég hljóp nú ekki, ég gekk nú bara hratt. Ég hlýtti ekki alveg fyrir mig alveg var hlaupið sem ég geti. Ég gekk nú svona rösklega, menn gerðu það nú og ég segi hífa upp. Og sá sem var á vakt, hann, ég held að vera annar stýrimaður, var á vakt. Hann náttúrulega drífur sig beint, leggur frá sig, hann var að leggja kapalið kominn og hann hætti við hann og fór aftur í stakkageymslu og klæddi sig í stakkinn. Og á þessum tíma þá voru menn í klofstígvélunum inn í borðsal. Það er ekki í dag, undantekningarlaust og alltaf voru menn bara á stígvélunum inni. Og þetta var bara hefðin og þetta var reglan. Og hann þurfti ekki að klæða sig í stígvélinn, hann þurfti að klæða sig í stakkinn og fara í sjóvattinn. Menn gerði þetta nú yfirleitt þannig. Og svo þurfti að slá úr, hann var ekki hægt að láta mig slá úr og aldrei slegið úr. Þannig að það kom ykkur að slá úr fyrir mig og svo gerði maður þetta nú seinna í túrnum og sló úr. Það er sem sagt, það var tekið í blökkina, vírarnir voru togaðir saman úr framgálga og afturgálga og settir í blökk. Og þannig drógust þeir eftir í hlera, þeir voru í hlerana þessir vírar sem voru í botninum. Og þannig að hlerin sá að halda þessu opnu sem var einhverju metrar á milli hlera. Þar með var varpan opin og gat veitt þann fisk sem var á svæðinu sem hún fór og það syngur og hvín í öllu þegar búið að slá úr eins og alltaf og svo byrjar hífingin og mér er sagt að vera til aðstoðar forhleramanni og það var léttverk að vera þar og þegar hlerinn var komin upp og búið að setja keðjun á þá var hann slaka niður aftur og þá þurfti ég að gefa slaka því að hleramaður hann lásaði úr og þegar það var búið að lása úr þá var þetta að hífa grandarann inn. Trollið hékk í grandaranum og grandarinn var svolítið langur, kannski misjafnlega langur, en svona var þetta. Og þetta voru ekkert nema hífingar og allt saman gert á vírum og bópingalengjan var hífð í gegnum forgálgan og á spilkoppinn sem satt bakborðsmegin og það söng og hvein í öllu og þegar það var allt saman að koma eftir lunningun og upp fyrir lunningun og svo niður í sætið sitt við lunninguna innanverðu, það voru bópingarnir og þá var allt netið eftir og
það þurfti að hala það allt saman inn. Reyndar var nú ekkert verið að tosa mikið á þessum tíma, það var eiginlega búið að létta þetta allt saman, þannig að þetta var nú bara slegið á þetta og þetta híft upp í blakkirnar sem voru strengdar á milli mastus og hérna brúar og það þótti, og það var náttúrulega hellings áfangi að gera það því að heldur en að vera með þetta allt á höndum. Það var allt svoleiðis var eiginlega búið. Það er svona var mikið til farið. Og þetta var sem sagt minn fyrsti túr á togara og við stóðum okkar sex vaktir og 6 tíma hvíld og 6 tíma sem að, já, í vinn á dekki og það var ekkert verið að hrófla neitt í því. Það var oft mikill fiskur en það voru að athuga það líka að dekkliði voru 12 menn á hverri vakt af dekkinu. Þannig að, og þetta voru kannski oft þetta alveg þrælvanir menn í öllum vinnu, þannig að það gekk alveg oft mjög mikið frá þessum mönnum á vaktinni eða var mikið af fiski og það kom alveg fyrir að það var mikið af fiski. Og þarna borðum sumarið var hvolpur, man ekki hvað hann hét, hvolpsgrey og hann var náttúrulega þarna undan okkur og með okkur og stundum var verið að svona fást við hann og ég man eftir því að einn stýrimaðurinn hann hafði voða gaman að hann og hann var með hann í fanginu og var að hnoða hann og segja manni það allt og mikið skinn á svona litlum hundi sagði hann og svo þæfði hann fram og tilbaka og hundurinn urraði og gelti en hafði bara gaman að þessu, þeir voru bara að leika sér. Þetta er svolítið fyndið. Allt og mikið skinn á svona litlum hundi. En hann Grey var hérna með okkur og svo fór ég haustið, var hérna 4 eða 5 túra og svo fór skipið í slipp, eins og alltaf var, þetta var alltaf tekið upp einu svona ári og svo hringdi stýrimaðurinn fyrsti og sagði, við getum ekki tekið þig með í haust, þú voru bara mikið leitt, þú kemur bara ekkert að setja. Og það var allt í lagi með það en ég ætlaði að halda áfram. Og ég skildi þetta, ég var náttúrulega óvanur maður og þeir með marga vanamenn sem þeir vildu frekar og maður skilur það vel. Og ég sem sagt þarna haustið eða sumarið 1970 og sem sagt klára þennan tíma fram að slipp. En kom svo aftur á maí 1971 haustið. Ég var, þó að tíminn minn borð í maí sem mjög eftirminnilegur, þá var ég samt ekkert lengi á maí, ég var mjög stutt í raun og veru. En einhvern veginn greiftist þetta tímabil svo í minni mínu að ég man svo mjög margt af þessum tíma en auðvitað ekkert allt. Kannski var það í og með vegna þess að maí var svo stórt nafn í Hafnarfirði. Það var svo stórt nafn, togari Maí. Hann var svona einhvern veginn hátt skrifaður hjá bæjarbúum. Það vildu allir vita hvar Maí var, hvort Maí var að fiska vel, hvort Maí var að selja vel. Þetta var svolítið mórallinn og kannski, ég held að það hafi nú ekki gilt svona aðra togara en þá var líka svo mórall uppi að menn fylgdust svolítið með bátunum, togarunum, skipunum. Þeir vissu síldveiðarnar til dæmis og þá voru menn svolítið þar að fylgjast með gangi bátana og einkum kannski bátana sem voru úr Hafnarfirði. Það voru þarna nokkri bátar úr Hafnarfirði sem að fiskuðu síld og við getum auðvitað nefnt Eldborg sem að kom inn í drift, kom í Hafnarfjörð 1960. Við munum eftir Guðrúnu GK, hún var á síldveiðum og við munum eftir bát sem heitir Ingvar Guðjónsson sem var tréskip. Hann var á síldveiðum og gekk ágætlega, ekkert verr en neinum öðrum og þar var
skipstjóri um borð sem að Jón Gíslason heitir og hann var lengi með Guðrúnu GK sem hvað þekktust fyrir það að hafa veitt obba þeirra háerninga sem að veiddir voru við þetta land og voru fluttir og seldir út til sætir að safna hinga og þanga heiminn. Og við munum eftir þeim frægasta, Keikó gamla, hann veiddur til að byrja með þá sem bara hafurungur eða háerningur borð í hérna Guðrúnu GK. Ég held meira að segja að einhverjir þar hafi gefið honum þetta nafn Keikó. Mér minnir það og einhvern veginn, ég nokkuð viss að það var og hann hélst við þessa skepnu alla tíð. Og við veitum að hann var svo frægur að hafa leikið í heillir í kvikmynd sem að held ég var nú bara nokkuð vinsælni. En ég sá hann aldrei og ég sjálfur tók aldrei þátt í þessum háerningsveiðum en man vel eftir þeim. Faðir minn var þá matsveinn borð í Guðrúnu og tók, held ég með þeim yfirleitt þegar þeir voru í þessum háerningsveiðum. En hann var einn af þessum síldarsjómönnum líka, hann var á Ingvari Guðjónsssyni og með Magnússon átti líka Mímir sem ég var á. Og faðir minn hann var lengi með hjá Magnúsi á skipum. Hann átti bát, lítinn bát, 70 tonna bát, 60-70 tonna bát sem Hafrún hét. Og þeir lönduðu mikið í Hafnarfirði og stunduðu humarveiðar og netaveiðar eða allavega netaveiðar og hann var kokkur hjá honum. Þannig að þeir þekktust mjög vel og Mangi sem við kölluðum hann var alltaf kallaður Mangi. Hann kom stundum þegar þeir voru að fara og sótti pappa. Þannig að við þekktustum alveg og hann þekkt okkur alveg mjög vel að Mangi. Og hann ræði mig sem sagt á Mímir í mitt fyrsta pláss. Og það glímdi ég við alveg hræðilega sjóveiki, man það. En það hvarflaði aldrei að mér að hætta. Ég ætlaði alltaf bara að vera á sjó og þó að þetta gengi yfir þá bara varð svo að vera. Þannig að var aldrei nein hugsun það að hætta og fara að gera eitthvað annað. Kannski var þetta rangt, það ekkert grín að vera að glíma við sjóveiki. Ég þekki hana nú mjög vel en eitthvað 2 árum seinna þá bar aldrei neitt meira á henni. Þannig að þetta gengur yfir og stundum það bara þrautseigjan sem lífir. Þannig nú með þetta ágæta líf okkar. En það togarinn Maí og þessi túrar, þeir náttúrulega bara voru svona. Við fórum í Höfn og í fyrsta túrnum sem ég kom, eins og við vorum að tala um áðan, þetta var á 400 tonn manni á þorski að Grænlandi. Og ég man ekki alveg hvernig túrarnir og eftir voru, þeir voru ekki grænlandstúrar held ég. Við komum með góðan afla og komum alltaf með góðan afla. Karfaafla, á milli 200-300 tonn í túr. Og svo byrjaði haustönnin og þetta skip eins og flestir aðrir togarar á þessum tíma voru í siglingum til Þýskalands og mest Þýskalands og inn á milli Bretlands líka og þannig var til jóla hjá svona þessum skipum sem voru bundin við frystihús og þá var góður markaður á þessum stöðum og menn vildu nýta hærra verð fyrir sig og útgerðina og ég veit ekki alveg hvernig frystihúsið reddaði sér með fisk á þessum tíma. Þeir voru náttúrulega með eitthvað að bátum og kannski gátu þeir fengið viðskipti við einn og annan bátinn til þess að sinna fólkinu því að þeir voru með fullmannað í stöðurnar. Það var á yfir 100 manns, með yfir 100 manns sem starfaði þarna þannig að það þurfti þá útvega fisk með einhverjum öðrum hætti ef að skipin voru að sigla. En ég held að
það hafi nú alveg gengið en kannski ekkert meira heldur dagvinna sem að frystihúsið gat boðið upp á þessum tíma. En togararnir nokkuð undantekningarlaust voru í siglingum en kannski voru þessi bæjarútgerðarskip svona kölluð inn ef það var horfði eitthvað illa með að geta skaffað hráefni. Þannig að þeir voru kannski ekki alveg bundnir við siglingarnar. Skip sem ekki höfðu, togarar sem ekki höfðu frystihús og bakvið sig, þeir voru miklu frjálsari með þetta allt saman og við skiljum það alveg. En þetta var sem sagt maí, hann sigldi og ég sem sagt kem borð 71 haustið og þá eru siglingar. Fyrsti siglingatúri minn haustið 71 eins og ég oft sagt frá. Og þá var skipsundur eins og í fyrra skiptið en kominn nýr skipsundur sem hafði nú það yndislega nafn Bjössi. Og við förum hérna austur eftir og förum að fiska á síðugrunni. Eins og maí gerði oft, hann var oft á þessu svæði á veturnar þegar hann var að sigla fyrir Þýskaland. Og skipstjórinn þar var mjög lunginn við að ná ufsa. Og þetta voru einhver smá drellirar af þessir ufsar sem að komi í vörpuna. Þetta voru allt saman stórufsi sem við fórum með og seldum alveg ægilega vel. Þetta voru 250 tonn í lestinni þegar við fórum af stað í fyrri siglinguna og svo var selt úti og ég þá búinn að sjá svona haus og sporð á Cuxhaven í fyrsta skipti. Ég kom oft eftir þetta en í fyrsta skipti þá var þetta svona og maður hafði náttúrulega ekki neitt og vissi ekki neitt og þurfti leiðsögn allt og það var allt í lagi. Fórum bara upp með öðrum og þannig var það nú yfirleitt, maður fór nú yfirleitt upp með öðrum. Og svo, sem sagt, siglum við heim, tökum ís í Færeyjum, í Vestmannahöfn og í Vestmannahöfn kom borð strákur sem var með okkur fiskiríið, siglinguna og fór svo í land í Hafnarfirði þegar skipið kom eitthvað 3 vikum seinna. Ekki mann ég alveg sögun á bakvið þennan strák og svona eitthvað að segja. Þá held ég hef aldrei vitað hvað hann heitir og ég hef aldrei séðan hitt hann eða gert neitt frá þessum tíma. Og þetta var árið 1971 í kannski nóvember. En sagan hans þessi, hann kom borð, ég held hann hafi nú verið eitthvað skandalegra þarna í Færeyjum og einhverjir beði skipstjóranum að taka hann með og skila hann svo heim. En það kostaði hann það að hann var með okkur á fiskirínu sem tók eitthvað 12-14 daga, siglinguna sem tók nokkra daga fram og tilbaka. Þannig hann var með okkur alveg upp undir 3 vikur. Hann var bara farþegi. Ég sá hann aldrei, ég held að hann hafi aldrei komið út á dekk eða varla lyft upp spotta til þess að gera eitthvað. Og hann sem sagt, þetta svolítið eftirminnilegt vegna þess að þetta nú ekki á hverjum degi sem að menn verða lendi svona, en í þessu lendi maður þarna. Að koma við í Færeyjum var mjög algengt hjá íslensku togurum. En sem sagt að ég ferum í land haustið. Ég var ekki í jólatúrin, hætti þá. Eftir það fór ég aldrei borð í maí aftur. En samt er maí mér svona kær umræðu efni og ég velti því stundum fyrir mér hvers vegna það er. Ég var ekkert svo lengi þannig borð, bara nokkra mánuði. Svona það er líklega vegna þess að bæði var þetta þekkt skip, menn virtu þetta skip og ég var að koma borð í eitthvað sem ég hefði aldrei komið í áður en var þegar maður var yngri og krakki og strákur í Hafnarfirði svolítið draumur að fá að taka þátt í. Líklega er það skýringin á því hvers vegna þetta er svona greift í huga minn. Við segjum þetta gott og við sjáum til hvað við gerum meira. Við förum sennilega
að segja þessu lokið senn.